og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þetta er 28. þáttur og bráðum að verða komið 1 ár síðan ég byrjaði. Tíminn líður. En já, þetta er búið að vera svolítið skemmtilegt. Í þessum þætti er ég með viðtal við Berglindi, dóttur mína, þar sem við förum svona yfir hvað svona hennar nám og hennar hugsjónir og hvað hún er að pæla. Það er svona aðalparturinn. Við tókum hérna upp alveg 52 mínútur. Ég á nú eftir að klippa þetta svolítið til. Óþarf að hafa hann svona langan. En ég ætla svona rétt að sýna ykkur hvað ég hef verið að gera undanfarið. Ég hef ekki mikið verið að prjóna, eiginlega ekki neitt. Og er eiginlega farin að sakna þess. Ég ákvað að hvíla prjónið þar sem að þau verkefni sem ég er með að þau eru á prjónunum með 5 eða meira og það fer illa í hendurnar á mér. Ég er svona að pröfa mig áfram með þetta og hvort ég geti kannski prjónað eitthvað smá á hvernig degi eða eitthvað, það kemur bara í ljós. En hér er ein peysa sem ég er nánast búin með og það er þessi hérna sem ég er nú búin að sýna hérna nokkru sinnum. En ef þau muni kannski í seinasta þætti þá var ég að tala um hvað hálsmálið væri stórt og mikið, það var svo vítt. Það sem ég fór að gerði þá núna, það var ég heklaði hérna í hálsmálið, þannig að þetta liggur allt miklu betur. Ég á eftir að þvo peysuna, þannig að ég er ekki fann að nota hana. Ég held að þetta hálsmál eftir að gera það verkum að ég nota þá þessa peysu miklu meira heldur en ég bjóst við að gera. Ég hef verið aðeins að vinna í því að sauma hérna poka úr afgangsefnum en er ekki með neina hérna til þess að sýna. Þetta er allt í vinnslu. Ég komi svolítið á flug með það. Í seinasta þætti þá var ég með áskoranir. Það var að gera taupoka úr þessum efnum sem ég sýndi þá og ég byrjuði á því. Og síðan ætla ég að gera skyrtu úr þarna nokkrum skyrtum, svona köflóttum skyrtum. Ég er ekki byrjuð á þeirri skyrtu, fór frekar í aðra skyrtu sem voru í þessum poka líka. Og það er þessi hérna. Ég veit nú ekki alveg hvernig ég ætla að sýna hana. Hún er Það er svolítið erfitt að sýna þetta svona í loftinu. Set hérna blárandótt í hliðarnar og svona vínrautt bak. Ég er að vinna í þessari skyrtu. Ég er ekki búin með hana. Mér langar að setja svona einhverja fleiri fítusa á hana. Notaði hérna vasan af þessari randóttu skyrtu og setti hann hérna, hvað er þetta? Hérna á. En nú kemur viðtal við Berglindi þar sem við förum yfir ýmis konar handverk og þar sem hún er búin að vera að vinna að undanfarin ár og svona og kannski svolítið líka framtíðarsýnin og það var svolítið skrítið að sitja hérna og vera að taka viðtal við hérna. Við erum alltaf búin að ræða þetta oft bara í spjalli. En að hafa upptöku í gangi, það var svolítið skrítið. En ég vona að þið hafi gaman af. Jæja, hingað komið Berglind Ósk Hlynsdóttir. Og við ætlum að spjalla svona svolítið saman. Við vitum ekki alveg í hvaða áttir við ætlum að fara. Það eiginlega bara kemur í ljós, það er svo margt sem við getum talað um. Og þú náttúrulega veist allt um mig. Og ég veit allt um þig. Það er ekki mikið sem ég þurfti að segja þig, en svona. En svona reyna að súmmera þetta upp og leyfa fólki að vita. Því ég hef búin að vera að minnast á þig svona á og til, hérna í þáttunum mínum. Þú ert sérst útskrifuð fatahönnun í Listaháskólanum í vor. Já. Nei, þetta var bara mjög gott áhugavert nám og fórst að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi, því nú varstu búin að vera, þú veist, áður en þú fóst í Listaháskólanum, þá náttúrulega varstu búin að vera í Danmörku, í textilskóla þar og svona, þú veist, fannst þú hugsa öðruvísi, eða bara var þetta áframhald af því sem að þú varst búin að vera að pæla?
ég var alveg komin í eitthvað svona grunn á að hugsa endurnýtingu og uppvinnslu á efnu, á fötum og svona. Þetta var svona svolítið, ég var í svona grunninum þá kannski. En eins og með náminu þá einhvern veginn bara var þetta meira. Og eins og hönnunarferlið sjálft, sko. Mér finnst það svona kannski, mér finnst það rosa skemmtilegt. Já. Og eða svona skemmtilegt og bara áhugavert og mikilvægt í rauninni að vera með einhverja pæling á bak við hluti. Þannig að þú tekur einhverja ákveðna hugmynd, einhverja svona hugsun og vinnur út frá því. Og bara innblástur og eitthvað svona. Af því þú veist, svo fyrir það var þetta rosa, og kannski fyrsta árið eða eitthvað, þá var þetta rosa svona, þú veist, kannski grunnar pælingar. Og mér finnst það svona kannski mest það sem skiptir máli í hönnun eða bara á list yfir höfuð, að það sé eitthvað pæling á bakvið, þó maður sjá það ekki endilega á flíkinni eða vörunni eða, þú veist, í tónlistinni eða eitthvað skilur, að, þú veist, líka bara svona tónlist, þú veist, þú kannski textinn og eitthvað, þú ert alltaf að syngja með þessu, en það er samt alltaf eitthvað svona djúpt undir, sko. Þannig minnst það mjög næs, en þetta er bara svona mitt áhugasvið einhvern veginn, áhugasvið og bara finnst fallegt þegar það er eitthvað dýpri pælingar á bakvið, en svo er líka bara hægt að gera alls konar fínt á þess að vera eitthvað að pæla mikið í því, sko. Já, það þarf ekki að vera kannski svona samfella í öllu því sem þú ert að gera. Nei, þú þarft ekki að geta rökrætt hvað sem þú ert að gera. Það er alltaf rosa mikið að þú þarft að geta staðið fyrir þínu í skólanum, sko. Þú þarft að geta útskýrt bara hverja einustu ákvörðun í rauninni. Eða þú getur líka alveg sagt, já, mér fannst það bara fallegt og það er alveg gilt. Svo varstu svolítið mikið í endurnýtingunni og það er svona þinn my niche. Já, og svona hugarfóstur eða þú veist. Og þú notaðir það mikið í skólanum. Þú varst ekki að kaupa efni eða... Nei, ég held ég hafi keypt léröft fyrir fyrsta árið. Bara svona að rúlla í IKEA eitthvað, af því að náttúrulega þurftum að vera með eitthvað í pröfusum, en svo ég held að það hafi verið, sko, ég keypti með bekkjarsystemminni og svo klárast það og þá fór ég bara að nota efnin, eða ef það var eitthvað, ég átti að þurfti að gera eitthvað pröfur og eitthvað svona, og þá fór ég bara að nota þess af því að hann ágætis banki hérna heima. Ég ætlaði að mynda að segja það, það er ýmislegt til hérna í þessar vinnustu nota. Þá nýtti ég mig það sjálfsögðu, en svona það sem að einmitt kannski skiptir ekki því öllu máli, eða svona. Og ég meina, ég sagði bara, þú mátt nota þetta og þetta og þetta, en þetta mátt ekki nota á eitthvað svona, sko. Eða líka bara, þú veist, þess að ég var alltaf að peppa krakkarnir líka, ég þurfti bara að fara í Rauða krossinn eða kaupa það, því það er til dæmis þau eru að selja þar í Mjódd og eitthvað svona stranga. En svo reyndar fengum við þarna náttúrulega, við fengum gefins alveg lagar frá einni saumastofu sem var að hætta. Þannig að það er alveg lagar og það var mjög næs, af því einmitt, þú veist, þetta er rosa dýrt nám, bæði skólagjöldin og allur kostnaðurinn sem leggst ofan á það, öll tækjatól og efnisviður og pennar og eitthvað, þannig að það var mjög næs fyrir okkur öll, að geta bara búið til endalaust af pröfum án þess að þurfa einhvern veginn, af því að svo geti verið svolítið nísk á efni, eða þú veist, nísk. Bara þetta, ég vil nýta þetta allt og ég vil ekki vera að henda óþarfu eða gera óþarfa pröfur og en svo það voru annað nokkuð verkefni sem við áttum að enda með flík í lokin og þær pröfur sem ég gerði fyrir það ég reyndi að selja þær eða gefa þær bara þú veist að þetta voru flíkur sem var hægt að vera í og voru mér finnst það svolítið flottar. Eða þú veist. Þannig að það voru einhver sem að gátu. Já, og þú veist, þetta var svo ódýrt hjá mér, sko, en þetta var meira bara svona, veist, ég hef búin að vera með þessar flíkur í skápnum mínum af því ég vildi ekki henda þeim, eða þú veist. Já, bara vinir og fólk af Instagram keypti að mér og hafa eitthvað 2-3 skall og ég bara fekk smá pening til að kaupa penna og eitthvað. Ég fekk nú eina skyrtu. Og þú fekk skyrtu, þú varst hana gefins. Ég fekk hana gefins. Þú varst mamma mín. Ég veit ekki hvað ég er búin að vera í henni. Jú, þú ert búin að vera í henni. Hérna í þáttunum. Ég held það. En ég ætla allavega að setja það mynd af henni hérna, þú veist. Og það er sko bara eina af mín uppáhaldsskyrtum. Og hérna, þá svolítið fyndi sko þegar hérna,
þú veist, þú varst að segja mér að þú var að selja okkur og ég fór að kíkja á þetta, ég alveg, þessi skyrta, mamma, þú mátt að leiga hana. Ég mátaði og hún var svona svolítið þröng á mig. Ég þetta gengur ekki. Jú, þá að þau voru rennilásar hérna, þú veist, þá bara raktur upp helmingina rennilásnir og þá var hún svo víð og fín og ég hef bara búin að nota hana rosalega mikið. En svo hefurðu haldið áfram í þessari endurnýtingu. Já. Þannig að það er eiginlega bara, allt sem þú hugsar Allavega síðustu 2 ár. Já. Af því að þú ert búin að vera núna 2 sumur, styrkur frá Rannís. Já, nýsköpunarsjóður námsmanna frá Rannís. Fekk það. Og seinasta sumar flott til í dropp verkefnið. Og þá varstu svona að athuga hvað við Íslendinga værum að henda, eða þú veist, setja í Rauða krossinu þegar ekki? Já, þá fengum við tonn af textíl frá Rauða krossinum. Það sem ég, Rebekka og Melkorka varum hann að 3 saman. Já, þið fengu svo staðstöði í hannunasafninu, í andirinu þar. Já, fengum við þar. Sem var alveg frábært. Já, það var mjög næs. Að vera svona, þetta einhvern veginn opnaði verkefni alveg rosa mikið til almennings. Já, einmitt, fólk sem kom á hannunasafninu, heyrðu, hvað er þið að gera? Sem vissi á okkur, sem ekki og frættist á byrja að fylgja okkur eða eitthvað. Fórum sérst í gegnum tonnið og flokkuðum í, ég veit ekki, ég hef sagt svo oft frá þessu, en ég man aldrei hversu margir flokkar þetta voru. Ég held ég hafa bara aldrei talað, þegar það voru það margir. Þetta voru það skiptir ekki öllu máli. Það voru alltaf 2 aðalflokkar, sem við flokkum fyrst í, ef við byrjum að leta það og svo út frá því úr hvaða efni þetta væri og svo frá hvaða landi kemur þetta, hvað er upprunalandið og hvers slags flík er þetta, er þetta buxur, bólur, peysa, skór, eitthvað en líka samt hversu mikið þetta var notað, eða er þetta notað, er þetta nýtt, er þetta ónýtt? Já, sumt var bara með verðmiðanum á. Já, en það var samt reyndar ekki það mikið miðað við, að leiða alltaf segja henni bjóst við meiri, en svo líka samt rosa mikið kannski flíkum sem ekki lengur með verðmiðanum á en eru samt ónotaðir. En við ákvaðum bara að það sem er nýtt er bara það sem er verðmiðanum, af því að við getum ekki verið að gefa okkur upp eitthvað og líka svo við vorum með kynjaflokkun eitthvað og þá var þetta rosa staðalímitar kall, kona, barn eitthvað þó að það sé náttúrulega ósaflegandi allt. Og heimilislín. Já, það var mest af því. Það var mest? Já. Flest kílóin þar? Já. Já, löghandklæði, viskast ekki, alls konar. En já, eins og núna, þá var ég sérst að klára, eða var að loka árinu mínu, eða aðal áfangarnir voru BIA-reitgerðin og lokaverkefni, BIA-línan. Það sem þú áttir að hanna þá fatalínu. Já, og sérst í reitgerðinu minni hélt ég eiginlega bara áfram með flokk til í dropp pælinguna, eða svona pælinguna, og tók rosa mikið með af verkefninu og reitgerðin heitir Úr gámi í gám er textíll verðmæti sem við hendum í ruslið, eitthvað svoleiðis. Já, úr gámi í gám er það kemur í gámum hingað til landsins og fer aftur út í gámum þegar ekki búið að þegar fólk vill Já, og kannski bara eftir viku not, eða það er náttúrulega misjafnt hvað fólk notar flíkur lengi. Það út frá reitgerðinni fór ég líka að hugsa og fórum í alveg frábæra áfanga svona pre-collection research. Já. Þetta er eiginlega bara svona áfangar þar sem þú varst að rannsaka hvað þið langar að gera. Þetta er eiginlega bara rosa langt rannsóknar svona ferli eitthvað bara fyrir línu. Já, hvaðan erum við að prófa alls konar mismunandi hluti með efni og þá fórst þú að pæli að búa til efni, er það ekki? Jú, það eiginlega gerist óvart og þú náttúrulega varst með mér á staðnum þegar það gerist. Algjör uppljón, manstu eftir því? Nei. Ok, við sátum hér og ég var það var ekki alveg að ganga nógu vel hjá mér í áfangunum sem ég var í, eða svona ekki nógu vel. Það var bara svona,
ég var ekki alveg að fíla þetta. Og, eða svona, og svo átti ég eitthvað satínbuxur sem að voru of litlar eða ég var ekki bara búin að nota í rosalega tíma. Já, og ég eitthvað svona, þetta er svona svo fallega litur og mér langar svona að gera eitthvað úr þessu og eitthvað svona. Og ég var búin að, það var einmitt buxurnar sem ég var búin að vera að nota í pröfunar í hinu sem ég var að prófa. Já, og ég bara svona byrjaði bara svona að tæta í sundurefni af því ég var bara eitthvað ákveð með leiðist, þú veist, ég nenni ekki pæli þessu. Og svo var þetta eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt, þannig ég ákvað, ég leti ná í kambinn sem að, þú átt og prófaði að kempa sér stræðina og þá úr því var bara svona candyfloss ull eiginlega, af því þetta var svona ljósfjólublátt og þetta var svo fallegt og svo út frá því prófuðum við svo að náðum í fæðingavélina og prófuðum að fæfa það og þannig að á þessu eina kvöldi þarna í einhverju voleiði var ég eiginlega bara að byrja á lokulínunni og partur af þessum buxum er í lokulínunni. Já, þetta er bara partur af rannsókninni. Já, en veistu, svo bara það, veist, eins og ég er að tala um hugmyndavinnu og eitthvað svona, veist, það er bara að setjast og bara gera eitthvað. Það þarf ekki alltaf að vera, þú veist, eitthvað kannski grunnur út frá því, eða svona, þarfst ekki að vera með eitthvað bók sem að þú fékkst innblástur frá eða eitthvað endilega. Veist, það er líka bara þetta að bara koma sér í gang og gera þetta. Og það er líka bara eins og þegar, þú veist, ég er sjálfur að vinna, að þá, þú veist, byrjaði ég á okkur og þá fyrir hugurinn alveg á fullt og þá bara, já, heyrðu, ég get gert svona, þú veist, þá kemur á eftir alls konar hugmyndir. Og líka þetta eins og þetta kvöld, þú veist, við að tala saman og þá vinnst þetta áfram. Algjörlega. Og þá fórst að samka þig satínefnum, fjast í Rauða krossinum og frá vinum og vandamönnum og svona. Já, þetta var nefnilega, þetta var held ég aðalega Rauða krossin. Ég held að ég hafa átt eitthvað sem ég nýtti. Eða við. Og það voru bara allir settir í vinnu í því að tæta niður. Já, eða sko, eða svona, já. Af því að, ok, þetta náttúrulega var líka alveg ferðlega því að, þú veist, ég byrjaði á þessu þarna með satínið og svo út frá því ætlaði ég að fara að nota aðra típur af efnum en svo var það bara alltaf tímafrekt að ég einhvern veginn, þú veist, fór aftur í þessa fyrstu alveg pröfu sem að einmitt var hérna á þessu einu kvöldi. En ég meina þarna var ég búin að prófa hitt og var bara ok, þú veist, ég hef ekki tíma akkurat núna í að finna út leiðir til þess að endurnýta, eða taka í sundur annan bómyllaból. Þannig að ég ætla frekar bara að nýta þetta og halda því áfram og svo út frá því sótti ég styrk. Með Sólveig Dóru. Hjá Nýsköpunarsjóði Rannís, námsmanna hjá Rannís og verkefni þráðhyggja. Það sem að við einmitt gerum þetta af því að það sem ég langaði svo mikið að gera þetta. Þetta er rosa mikið áframhald að bara öllu en eða stóð blanda öllum svona verkefnum. En já, svona svolítið út frá þessu pælingu og svo er rosa margt búið að gerast út frá því. Og í sumar þá voru sérst að tókum við út frá flokktildrop skýrslunni hvaða textíla er sem að er verið að henda skræðast að gefa mest af í Rauða krossinum. Við svona ákveðum að það væri góð byrjun að því að hefja þetta ferli að taka heimilistextilinn fyrir 100% bómull. Svo var 100% póliester var næstu röðinni og við ákveðum að fókusa á íþróttafatnað. Við báðar höfum verið að vinna með íþróttafatnað í fortíðinni sem er svolítið fyndið. En þetta er vissulega allt annað nálgun. En og líka bara svona alveg upp á litina, þú veist að þetta er svo mikið litadýrið eitthvað. Að meina bómullin er rosa hvítur. Svo var hitt að, var það ekki nælon, sokkabuxur. Af því að þú vissir eftir seinasta sumar að þetta var mikið af þessu sem Rauða krossin fengi og þá að athuga, þú veist, væri hægt að endurnýta eða uppvinna eða þennan textíl sko, eða ekki. Skapa verðmæti. Þannig að það þyrfti ekki, þú veist, að sá textíl sem var ekki hægt að selja hérna heima og sem fer þá þar að leiðandi bara í gámum út aftur að aðtöku þetta væri hægt að vinna það hér heima. Er það ekki? Jú, bara aðtöku hvort að Þannig að það var það sem þið lögðu áherslu á, þess að svona 3 þættir. Og sko nælonsokkabuxurnar þær svona komið svolítið bara, veist, jú, það
Það var náttúrulega alveg verið að henda næloni en það var kannski ekki alveg hann í toppinum en bara svona líka kannski frá persónlegri reynslu okkar, þú veist, og bara allra kvenna heldur að það lifa nú ekki lengi. Já, og svo þetta líka bara svo skemmtilegt efni eitthvað að vinna með. Já. Þannig að við ákveðum að taka svona eitt af vali. Já, með sokkabuxurnar að þá röktur þær upp. Þú tættir þær ekki. Nei, eða svona við afprjónum þær. Já. Þú veist, með því að taka bara í bara lykkjuföllum í rauninni. Já. Og gerðir gagn, þú spannst sem sagt gagn úr þessu. Já. Og settir það svo í prjónvélina hérna fyrir aftan. Já. Að þá kemur þetta hérna og ef þú myndir kannski sýna það. Og þetta er svolítið skemmtilegt. Það er svolítið mikið í brúnum litum. Já, við ákveðum að taka með þessa brúntóna hérna. Sett þetta niður með að tala svo að heyrst. Sokkabuxur, við ákveðum að taka þær. En líka smá svona. Já. Og þú veist, og þetta er alveg sko. Tegist rosalega vel. Já. Það er það. Já. En já, þetta er ótrúlega næs sko og ég veit ekki, við fengum hérna að því við vorum að vinna þetta rosa mikið upp í textilmiðstöðum Íslands og Blönduósi. Æðislegt að vera þar. Þið voru þar í 3 vikur, höfðu aðstöðu þar. Þið voru þar í mánuð. Við vorum hann að fórum 3 í júní og svo í 3 vikur í ágúst, já. En hérna, já og þar fengum við sérst að nýta tæki að borði þæfingavél og vefstóla. Þæfingavél með 1000 nálum, takk fyrir. Ég á sko þæfingavél með 12. Já. Ég hefði verið til í að veita af þessari vél, eða hún hefði verið komin þegar ég var að gera lokar. Já. En þetta var svona mjög mjög með 12. Einmitt. Hún var algjörstæðið. Já. Fyrir svona minniverkefni, sko. Einmitt. En hérna, hvað ætlaði ég að segja? Já, og þar í textilmiðstöðinni hérna eru líka svona art residence, hérna listamenn í svona residensju. Sem koma þannig að þeir í mánuð, bara að vinna að ákveðnum verkum, sem að þau velja sér. Bara sínu dóti. En hérna, og þá var eitthvað sem sagði eitthvað svona, já, ég veit ekki hvort ég myndi vilja vera í þessu svona, þú veist, við húðina, þetta er eitthvað svo... Þessu svona sokkabuxum, var eitthvað svona, já, þetta er eitthvað svo, þú veist, ég man ekki hvort hún sagði ógeðslegt, þetta er allavega eitthvað svona, og ég alveg, nei, þú veist, þetta er svo mjúkt og þægilegt og þetta er líka úr sokkabuxum og sokkabuxur eru bara þunnt reikala á húðinni, þannig ég eitthvað svona, ég tók alveg svona, kom þetta svolítið svona inn og var eitthvað svona, ok, er þetta óþægilegt, þú veist, er þetta eitthvað svona gæti orðið fatnaður ekki, en svo er náttúrulega líka bara misjafnt hvað fólki finnst þægilegt og að vill vera í, að ég skil alveg sumir eru svona, vilja náttúrulega ekki vera í gerviefnum og það er náttúrulega bara valent, það er bara alveg... Það er bara eins og ég vil helst ekki vera í gerviefnum af því mér finnst ég bara svitna bara og þú veist, annarkvæmt allt og kalt eða allt og heitt. Já, það er alveg rétt sko. En hafið þið hugsað eitthvað út í hvað þið myndu gæti gert úr svona? Já, sko, svo Solveig var að tala hérna að það gæti verið svolítið fallegt sem, þú veist, svona partur á skó, eða þú veist að það gæti verið svona, hérna, þú veist, andla sólin, en svo að restin væri svona prjónuð. Já. Það væri svolítið skemmtilegt, sko. Fast það er alveg góð hugmynd, sko. Og hérna, og alveg verst að kíkja á það, sko. Já, algjörlega. En, mér finnst þetta geggjað, sko. Já. Skemmtilegi tónar sem koma og út frá þessu og svona. Og það er ekki að sjá á þessu að þetta hafi verið sokkabuxur. Nei, einmitt. Þú getur ekki ímyndað þér það. Nei. En svo hitt, þú ert ekki með pröfur af því, það var hérna textílinn sem þeir fóru 100% bómull og það fór í gegnum þæfingarvélina. Já. Og þá lögðu saman svona 2-3 lög og búta og þægja það saman. Var hérna polyester þá og spunnuði. Já. Hérna þráð og óvuð, ekki satt. Og þú ætlar að hérna láta mig hafa myndir af þessu tvennu sem ég set svo bara hérna til þess að fólk svona fái hugmynd af þessu sem að þið hafi verið gert. Og hvað svo? Já. Hvað ætlar Berglind að gera svo? Eiginlega spurningin. Leiðinda spurningin sem er búin að vera núna eftir námi, eftir að útskrift. Mér fannst ég vera svo góð að vera að koma með
eitthvað smá verkefni þegar ég var útskrifst því ég var búin að fá hérna styrkinn og ég var rosa dugleg því að segja, já, og svo ég með verkefni, beint eftir útskrift, ekki spura mig. En já, næst bara, ég að sækja áfram styrki, bæði áframhalda þessu og svo svipaða pælingar, en svona, já, það til dæmis eitt verkefni sem langar að vinna ein af, og endurnýta fötin hjá honum afa, hvernig afa. Það var sérst pælingin sem ég ætlaði að gera þarna í lokaverkefni, en það var bara ekki nógun tími. Já, sem sagt, afinn dó þarna þegar þú varst á öðru ári, þannig að þú færið fötin hans þegar þú varst búin að ákveða að þú ætlar að hafa sem sagt, línuna í svona endurnýtingu. Já. Og fyrsta pælingin var að nota bara fötin hans. Já. Og með því gera verkefni persónlega. Já. En svo komst það því að þetta var of mikið. Já. Þetta var of tímafrekt og svona. Bæði tímafrekt og svo var ég líka svona, þú veist, þegar ég, þú veist, síðan að ég var yngri, eða þú veist, síðan ég ákvað í rauninni að þetta kannski væri eitthvað sem að mér langaði að gera, að vera fatavinur, þá einhvern veginn sá ég aldrei fyrir mér að lokalína mín eru svört og hvít. Þannig ég ákvað svolítið líka bara með litina í huga að ef ég væri bara að fara að nýta með fötin hans afa þá yrði lína mín svört og hvít og kannski smá blá og brún, Þannig að ég eitthvað svona, ég var svolítið þrjósk í kannski viku, en ákvað svo bara að halda mig við satinu og eins og sést á línunum minni þá hún ekki svart og hvít. Hún mjög litrík. Og svo ertu komin núna með þá vinnustofu, þannig að þú ert að fara að vinna þar. Já. Og ég fæ þá vinnustofuna aftur fyrir mig, bara fyrir mig. Bara fyrir mig. Af því að náttúrulega seinasta vor, eða seinasta vetur. Ég bara var alveg hræðileg, sko. Ekki hræðileg, en ég hef svona bara bakkað svolítið, þú veist, og bara setið upp og prjónað eitthvað svona til þess að þú fengir bara að hafa hér. Því það ekkert hægt að tvær sé að vinna hérna í þessu speysi, sko. Og tvær plássfrekar. Tvær plássfrekar og þurfa þá að taka til alltaf eftir sig og eitthvað svona. Já, það bara pirrandi, sko. Já, ég þurfti bara hálfsmánaðarlega að taka til svona áður en ég fór að taka upp. Nú sé ég fram á það að setja þá vinnustofuna mína eins og ég vil hafa hana og þú farir þá bara með þitt á þína vinnustofu. Já. En þá kannski að samanskapi þá hætti ég að fylgjast eins grannt með hvað þú ert að gera eða sjá. Þannig að það kemur bara ljós. Já. Ég vil kannski bara eins og grár köttur hérna mér í Skeifu. Ég það ekki þess að. Alltaf velkomin. Já, takk fyrir það. En ef við tölum aðeins sko þegar nú varstu með þetta verkefni í sumar og þið eru komin að svolítið svona all in í þetta að svona hvað væri besta útkoman eða þú veist, ef þið fáið tækifæri til þess að halda áfram þú veist, í þessum pælingum hver drauma niðurstaðan eða þú veist, svona Sko ég veit að það ekki að fara að gerast ég náttúrulega vill að allt gerist á núleitni en ég veit að þetta ekki að fara að gerast strax, en mig langar eiginlega bara starta hringrásarkerfi á textíli á Íslandi. Af því þú veist, þetta er í rauninni líka, þú veist, þetta er atvinnusköpun, þú veist, náttúrulega, nú er að hugsa með framtíðinni, þú veist, þá er þetta orðið að einhverju svona workshop, framleiðslustað, þar sem að þú veist við gætum verið að framleiða efni en líka þú veist að því mér langar að halda í þessa listrænu sköpun og með því þú veist hleypa fólki, þú veist almenningi og hönnuðum og nemendum og eitthvað að í ferlið. Þannig að þetta væri eins og svona vinnustofa, stór vinnustofa þar sem að væri verið það sem væri hægt að koma námskeið eða svona þetta er eiginlega bara svolítið eins og þú veist textilabið eða fablabið eitthvað þú veist ég veit ekki, ég er með svo marga pælingar þannig að þú vilt sem sagt sporna við því að það sé verið að senda út textil og í rauninni einmitt þetta með þú veist mér langar svo mikið að hafa þetta workshop en svo langar mér líka að hafa þessa framleiðslu þar sem að það er bara verið að framleiða textil bara
þú veist, þetta er bara íslensk vara í rauninni. Að, þú veist, það er, þú veist, einmitt, atvinnusköpun, þú veist, það er vöruhönnun, eða þú veist, það er verið að skapa vöru sem að er þá, gæti þá nýst hönnum hérlendis, eða bara, einmitt, almenningi sem vil sauma og endurnýttum textíl. Og, og einhvern veginn svona, einmitt, bara búa til þessa hringrás. Af því, þú veist, og þá verið í samstarfi við erum búin að vera að tala við Rauða krossinn. Það eru mjög spenntar fyrir þessu vinna, því veist, við myndum þá væntanlega líka greiða þeim fyrir textilinn, þannig að því þær eru að fá, eða þau eru að fá greitt fyrir textilinn, þú veist, að senda nút. Já, að senda nút. En svo var ég nefnilega að heyra það að það sé orðið kannski svolítið erfitt að senda út, að það séu bara öll lönd að drukkna í textíl. Það er nefnilega málið. Og það hlýtur að koma svo tímapunktur að bara, sorry, við tökum ekki við meira frá ykkur. Eða eitthvað, þú veist, ég heyrði þetta bara núna í haust og ég fekk eiginlega bara áfall. Já, ég gæti alveg séð það fyrir mér, sko, í svona nánustu framtíð. Af því það er náttúrulega bara eitthvað mikið sem að, þú veist, af því að það er verið að senda þarna út í frekari endurvinnslu eða selja fyrir vintage-búðir og eitthvað. En þú veist, þetta er bara svo mikill flutningur og þetta er svo mikið, svo ekkert allt sem að kemst í endurvinnslu. Það er bara máli líka að vera að flytja þetta fram og aftur og hingað og þangað og svona, sko. Og við þurfum líka bara allir að nýta fötin betur. Rétt. Og og hætta að kaupa flíkur sem að, þú veist, þú kaupir eitthvað sem að, þú veist, þú ert alveg bara ástangin af bara, en svo er þetta eitthvað sem er ekki að virka eða, þú veist, er ekki þægilegt eða eitthvað. En þá, þú veist, selur það aftur eða gefur góðri vinkonu en en það er bara þessi pæling að, þú veist, minnka kaupin. Já, ég er nefnilega, ég er búin að vera svo mikið að hugsa þetta allt saman og á tímapunkti var ég rosa mikið að peppa fólk í að hætta bara þessa neyslu og þetta er bara, þú veist, hættum að eyðileggja jörðina en það er einmitt líka, þú veist, máli að setja ekki alla pressuna á neytendann af því, þú veist, þetta er náttúrulega bara þú veist, það eru bara auglýsingar þar sem eru að láta okkur kaupa svona mikið og þessi neysluhyggja er, þú veist, bara í samfélaginu. Þannig að þetta er miklu meira á fyrirtækjum og bara stjórnmálum. Af því núna er svolítið mikið, sko, að tala til neytandans og svo eru stóru fyrirtækin bara eiginlega stikkfrí eða segjast vera græn en eru svo ekki græn eða, þú veist, alls konar. Eða að gera algjört minimum að þau eru með endurnýtta merkimiða eða eitthvað skilur. Eða eitthvað. Þannig að það er líka, sko, að það þarf að koma þessu, þú veist, ofar í keðjunni. Eða framar, hvernig getur maður sagt, framar í keðjunni, þú veist, þannig að þeir sem eru að framleiða, að þeir séu virkilega að gera græna vöru. Það er bara máli. En svo náttúrulega, það er alltaf að tala um þetta ennur. Já, ég veit það. Nú get ég komið önnur upp fyrir því að fjöldaframleiðsla er aldrei græn og eða eitthvað svona. En það er kannski bara næstu þáttur. Já, við erum örugglega eftir að tala aftur, þú veist, og við fáum að fylgjast með þeir og eitthvað svona. En segðu mér aðeins frá peysinu sem þú ert í. Já, ég prjónaði hana. Þú prjónaði hana? Hún er svolítið fengi, því að ég hata uppskriftir. Þannig hún er mjög skemmtileg. Já, þannig að þetta er svona bara í stykkjum sem þú saumar svo saman. Já, gerði smá smá törlófi. Eða törtul. En já, og þetta garn er frá þér, móðurkær. Já. Ég kom sem sagt, hvað er, ár síðan. Þá var ég með póka af svona, skemmtilegu garni. Já, af svona móhergarni, fullan póka. Og sem ég var alltaf búin að geyma því ég ætlaði alltaf að prjóna mér peysu. Þú veist, í svona alls konar litum. Svo bara var ég að drukkna inn í garni. Og ég vingsaði þessu eitthvað framan í og sagði, byrju, er þetta eitthvað sem þú vilt nota? Og síðan þá ert þú bara búin að vera á fullu að prjóna úr þessu garni og gera alls konar fluff og hitt og þetta, þannig sem er bara frábært. Já, og bara rosalega vinsælt. Og rosalega vinsælt. Eða svona. Já. Af því að, ég er búin að selja ykkur. Já. Smá stuðningur hérna á lokasprettinum í Listaháskólanum. Fekk smá penning.
Og það ekki, þú veist, þannig ertu bara að hanna hvert og eitt stykki, þú ert ekkert minna en uppskrift eða neitt, svo lest þú bara svona, já, heyrðu, nú vil ég gera gött hérna eða setja þennan lit í og eitthvað svona, sko. Já, það rosa mikið bara svona gerist. Já. Sem þú veist, bæði næst fyrir mig að bara svona líka bara æfa mig í að einhvern veginn prjóna. Eða þú veist, prjóna og setja saman. Skilja betur einhvern veginn, hvernig það virkar. Af því ég alveg verið svolítið mikið að prjóna eða svona, kannski ekki alltaf haft þolinmæði að klára hlutina. Nei. Þegar það er leiðileg grápeysa. Já. Eins og sem var sko hálf kláruð í 5 ára eða eitthvað. En hún var líka grá. Ég að segja það. Þú veist, ég skildi ekki því að þú vildir fá þetta gráa gagn hérna hjá mér. Ég var með eitthvað svaka pælingu sem að það virkaði ekki. Nei, einmitt. Það virkði ekki. Já. En þú ætlar að halda áfram að prjóna og svona, þú veist. Finnur þú slökun í að prjóna? Já, það er mjög næs, það er mér svo gaman að hlusta á podcast og þetta er eiginlega bara svona, þetta er svona leið til þess að gera bæði af því að mér finnst ég fyrir að vera að gera eitthvað þegar að hlusta á podcast og ég get ekki verið í tölvunni eða símanum eða eitthvað, að þá bara þarf ég að spölda bara. Ef þú ert að fara að hlusta, ef þú ert að hlusta á eitthvað og eftir að svo lesa eitthvað eða skoða myndir eða eitthvað, það er ég spólað tilbaka sko, en svo að vera að prjóna þá langar mig að vera að hlusta á eitthvað og ég veit ekki, ég fekk bara eitthvað, þú veist, tónlist er næs en það er eiginlega skemmtilega svona þegar maður er að prjóna. Já, nú er ég nefnilega dottinn svolítið mikið í podcast. Hlaðvörpin. Já, hlaðvörp. Já. Og alveg bara í heilt árið eitthvað sem ég er búin að vera að hlusta og non-stop líka við. En mér finnst líka bara að maður fær að vita svo mikið. Já, það er maður fréttir af svona alls konar þú sem maður hafi ekki hugmynd um. Ég hlusta svolítið mikið á viðtöl og þar er að bara koma, þú veist, hinar af þessar upplýsingarnar. Það er svo margir á Íslandi með hlaðvörp. Og þú veist, þetta eru viðtalsþættir og þetta eru svona, hvað heitir það, já, skemmtiþættir eða svona einhver upplýsingar, sögur og bara, já, bara nefndu það er bara eiginlega allt til. Og morðpodcast. Og morðpodcast, þú ert mikið í þeim, ég hef ekki dottið í það. Ég segi eins og þú, að hlusta á hlaðvarp og prjóna eða gera eitthvað í höndunum, það er bara æðislegt. Mjög næs. Það er þá mitt, allavega ég held rosa miklu fókus í bæði, eða í báða hlutina, það tengir rosa vel við, sko. Já. Yes. Þar eru við sammála. En draumur minn er að hafa vinnustofu, þar sem ég get haft mínar vélar uppi standandi. Allar. Þar ég gæti bara, já, þú veist, ég þarf bara marga fermetra og saumavélar og þæfingavél og þú veist, allt þetta sko, ef ég gæti bara, þú veist, og þá, já, það er sko minn draumur, en hann verður ekki veruleika, held ég. Ég veit það ekki, það kemur í ljós. Aldrei að segja. Nei, aldrei að segja aldrei. Já, en sko, ég er rosalega heppin og fegin að hafa þó þetta hér, já. En stundum er það þannig að ég kem hingað niður og ég bara, hvað ég gera, þú veist, það bara kallar allt á mig. Einmitt. Já. Það er ADHD. Já, ég held það, ég er með athyglisbrest í handafinu. Ég bara, já, það þarf að gera þetta, nei, það þarf að segja það, þú veit hvað. Já, við vinnum bara með það. Eina sem degir. En sem sagt, það verður bara spennandi að fylgjast með hvað þú átt eftir að gera svo. Já. Núna. Einmitt. Í framtíðum. Já. Vonandi fæði ykkur styrki. Vonandi fæði ykkur styrki. Það hlýtur að vera, menn að þetta er málið núna. Já, þetta er málið, sko. Og ég held að sé áhugi fyrir þessu hjá styrkveiturum. Já, einmitt. En ég meina, þú veist, maður það bara verið duglegar að skrifa umsóknir. Já, akkurat. Já. Tímafrekt, en ég meina að bóka sig. Já, einmitt. Og þetta lærist líka með hverju styrk umsóknir sem maður gerir. Já, einmitt. Ég meina bara það að hafa sótt þessar 2 þarna núna, þá er maður alveg komin í stuð, sko. Eða þá er maður alveg á svona róli. En svo við bökkum nú alveg. Ok. Að þá
fóru við saman á Skals Mhm. þegar þú varst 15 ára, 16 ára. 16 ára. Já. Jú, þú varst 9 ára 16. Já. Þetta var 2011 Já. og og við vorum saman sérst á handhafaskóla í 6 mánuði og þegar vinunum fannst nú svolítið skrítið að þú var að fara til útlanda í skóla með mömmuðinni. Og sko, í skóla með mömmu. Já. Ekki bara mamma er að fara í skóla og ég er að fara í annan skóla. Nei, en við vorum þannig sem sagt, en við vorum ekki saman í hópum, það voru sem sagt 2 hópar og við vorum settar í sitthvorn hópinn og þar fékkst eiginlega svona ást á Danmörku, eða ekki? Þú alltaf fílaði vel, þú veist, að þið fannst notalegt að vera í Danmörku. Já, þetta var mjög næst, sko. Já. En þar náttúrulega svona meira formfast og skalsbróteri og þú veist. Þetta var svolítið svona old school, skólinn, sko. Já. En samt bara gaman, sko. Og ég sé ekki eftir það var við, alls ekki. En svo er líka bara rosa mikill munur á, þú veist, bara það, þú veist, hafa búið í Köpen versus Skals, það er Skals þessi 1500 manna bær. Einmitt, 1 pítsastaður og eitthvað, versus Köpen, sko. Já. En þá líka, sko, eins og þarna, þú veist, þá er það eiginlega, sko, maður þarf eiginlega líka að læra grunninn, þú veist, finnst mér. Í handhafainu, eða eitthvað svona, þú veist, þú þarft að vita, þá þú sérst ekki að gera allar hluti. Já, en bara vita hvernig þetta virkar, sko. Vita hvernig þetta virkar og sjá, þú veist, og sjá líka hvað hinir eru að gera eins og japansku stelpurnar sem voru hérna með okkur, sko, útsöfnum sem þær voru að gera, þetta var bara brjálæði. Einmitt, kannski ef það hefði verið til podcast þá hefði ég kannski nefnt þessu meina. Já. En ég var alveg... En þú gast svolítið í prjónavélina á tímabili. Já, það var svo gaman. Já. Þú varst ekki mikið fyrir útsömmin. Nei, en ég er samt alveg útsömskona núna, sko. Já. Eða svona ég fíla það. Já. En já, vissulega, prjónavélin og mér finnst líka gaman að vefa. Já. Og líka rosa vænt teppið sem ég gerði. Já. Og svo vorum við í fatasöfn. Já. Þetta var allt svona, þú veist, þetta er allt einhvern veginn bara búið að gerjast. Já. Því ég held það, sko, þú veist, maður þurfi að læra, þú veist, grunninn og svo vinnur alltaf upp á því og svo þegar þú ert búinn að læra, þú veist, veist ákveðna aðferðir og eitthvað svoleiðis og þá getur þú farið að svona leika með þær. Já. Þú veist, þessu kennarinn okkar í saum, í sniðagerð, ég ætla að, þú veist, maður ofta að tala bara, já, þú veist, það þarf að, þú veist, þið þurfa að læra grunninn til þess að geta breytt honum, eða þú veist, bara þess að basically bara fokki honum og þú veist, gera eitthvað annað bara þannig að þið viti hvað, þú veist, átti ykkur á að þú veist, þetta þarf að virka svona en þið megið samt gera, þú veist, allar þessar hérna fleikjur, sko það þarf alltaf að vera einhverju svona punktar, sko og einmitt sama með bara, þú veist bara allt í listsköpunarhættu, sko eða svona, og líka kannski að vita hvaða tækjatól eru passa fyrir hvað og hvað er hægt að gera, eru til einhver tækja sem gerir þetta eða og það sem ég er nú svolítið tækjaóð sumir hafa nú gert grín að því hvað ég er margar saumálar og prjónavélar en já, ég er ekkert að fara að afsaka þannig, það er bara nauðsynlegt að eiga svona að þá er bara gott hvað ætlaði að fara með þetta? Bara eiga alltaf þessa möguleika á að eiga möguleikana á möguleikanum. Já. Og líka að þú hefur kannski pínu grætt á því að þú veist hvað hlutirnir eru. Þú veist, þú ert búin að læra að það er til þæfingavél, það er til prjónavélar, þú veist, vestólar og allt þetta, skilur. Þú ert búin að prófa þetta allt. Þannig að ég er svona kannski, ég er svolítið meðvituð möguleikana. Já, allavega upp á þessu marki. En maður er alltaf að segja eitthvað nýtt. Algjörlega, og það er alltaf að koma eitthvað nýtt. Algjörlega. Heyrðu, en ég held að við fyrir bara að segja þetta gott í bili. Já. Er eitthvað annað? Nei. Nei, ekkert slúður. Ekkert slúður? Já. Þannig að svona, núna í þessu spjall okkar erum við eiginlega bara svona búin að fara svolítið yfir svona hvaða svona nám þitt í, eða svona, þú veist, hvaða, ferlið hjá þér undanfarin 10 ár. En við segjum þetta bara gott núna. Ég,
ég vona að fólk hafi gaman af þessu spjalli okkar. Við erum náttúrulega búin að fara svolítið við að vell og svo leiðis. Já. En bara takk fyrir núna og ég á örugglega eftir að fá því að viðtala aftur.